Í öðrum leik liðanna í K.A. heimilinu á Akureyri. Stemmingin mögnuð, það búið að selja 900 miða í Fossvölum og það enn nokkur langt í leik og það ljóst að hér verður háður harður slagur. K.A.-menn verða að vinna til þess að eiga möguleika á að komast í úrslitaleikin en liðin eigast á við í þriðja sinn á sunnudagskvöld. Víkingar sigruðu fyrir leikum í Víkinni og þeir geta tryggt sér réttinn til þess að mæta Valsmönnum í leiknum hér á eftir. Já, við ætlum að taka þennan leik, það er ekki spurning. Við erum konur líka til að sögna. Fannst þið vel í fyrirleiknum, skorar 11 mörk, ætlar að skora 1 mörk í lók? Ekki spurning. Við komum hérna, við erum náttúrulega samheldinn hópur og það skiptir ekki máli hver skora mörkin hjá okkur en við ætlum að fara með sigur hérna, það er ekki spurning. Nú hefur það reynst erfitt fyrir liðið að vinna K.A.-menn hér á þeirra eigin heimavelli. Þið hafa svona fengið smjörþefinaðinn í deildinni í vetur. Hvernig finnst þér umgjörðin vera hérna? Umgjörðin er mjög góð hérna, það hefur sýnt sig í vetur þegar við yfirleitt fyllt húsið. En það setur enga strik í reikningi í okkur. Við erum með áhorfendur sem koma sunnan og þeir stiga vel á bak við okkur, hafa gert það í vetur og við ætlum að sýna og sanna það fyrir þeim og við ætlum að fara með sigur á hólmi hérna. Patrekur, þið vitið það að þið tapir þessum leik að þá eru þið búnir? Já, það vitum við alveg og við ætlum ekki að láta það gerast. Ertu sannfærður um það að K.A.-menn nái að knýja fram Oddaleik? Já, við erum með húsið með okkur eins og sér og við erum starfnir í því og ætlum að gera okkar besta og ég vona bara það dugi. Hvað með Víkinga sem andstæðing? Eru Víkingar erfiðari heldur en önnur lið? Nei, þetta er alveg jafn erfið að við erum vorum út í Stjörnunni. Nei, þetta er allt sumbulið. Og það er ekki spurning í þínum huga að þið ætla að vinna þetta? Nei, alltaf, maður fer alltaf með því í höfðafæri og þetta leist vel í mig. Ætlar að spá tölur? Nei, við vinnum þetta með svona 4-5 mörkum. Jóhann Ingi, þessi leikur er spurningin. Jóhann Ingi, K.A.-menn verða að vinna þennan leik til þess að knýja fram Oddaleik. Hefur þú trúið því að það takist? Já, ég trúi því ekki þegar ég annað eins leik eins og er áttu fyrir 2 dögum út í Víkingum. Það er áttu mjög slagan leik. Ég vil trúa því að það búið það mikið karakter í þessu liði en þeir vilja ekki sýna sínum áhorfendum upp á annað leik eins og sunnudaginn. Hvað var það sem að gerðist í leiknum í Víkinni sem að gerði það verkum að Víkingarnir náðu að vinna með þetta miklu mun? Ég held þeir hafi kannski ofmetið svolítið sjálfa sig, heldur gott gengi á undanförnu og Víkingarnir voru einfallega bara miklu betur stemdir inn á þennan leik og voru betri á öllum sviðum handboltans. En K.A.-menn með heimavöllin, frábær heimavöllur, hefur þú trúið því að það hafi eitthvað að segja gegn Víkingum? Það á að hafa allt að segja. Það vísum léku Víkingar það vel fyrir 2 dögum að þeir geta unni hérna og þeir hafa haft mjög gott tak á K.A.-mennum undanfarin ár. En svona handboltans vegna þá skulum vona að verði Oddaleikur á sunnudaginn. Hvernig leik fáum við að sjá ykkur? Við fáum að sjá alveg hörkuleik. Ég held að verði ekki mjög grófur, það verður svolítið mistök vegna þess að það er leikmenn verða taugaóstyrkir. Það er alltaf ekkert í húfi, sérstaklega fyrir K.A.-mennina, en ég held umfram allt mjög skemmtilega leik. Fáum við gæði handbolta? Ég er að vona það. Íþróttahúsið hjá K.A.-mönnum var troðfullt í gærkvöldi og stemmingin var mikil og hún var orðin mikil strax klukkan 7 klukkutíma áður en leikurinn hófst. Hér sækja Víkingar en Sigmar Þröstur í marki K.A.-manna ver. K.A.-menn bruna fram í hraðaupphlaup, Valdimar Grímsson fær boltann, fer alla leið og skorar fyrsta mark leiksins. Reynir Þór Reynisson nálægt því að verja þetta en Valdimar skorar fyrsta markið. 1-0. Víkingar koma hér. Reyna hér línusendingu inn á Birgi Sigurðsson en Birgi nær ekki boltanum. K.A.-menn bruna fram. Ellingur Kristjánsson, Alfreð Gíslason, Ellingur og Patrekur Jóhannesson. Patrekur með skot og Valur Arnarsson nær frákastinu eftir að Reynir hafi varið og skorar annað mark í staðanúlinn 2 mörk gegn engu. K.A.-menn vil góð byrjun en Sigurður Svensson skorar með þessu góða skoti og minnkar munin í 1 mark. Patrekur hendi boltanum inn á línuna en Reynir Þór Reynisson er fljótur að henda boltanum fram á Bjarka en frábær markvasta hjá Sigmari Þresti. Hér tuktuðust eitthvað til þeir Sigmar og Bjarki og elduðu grátt silfur það sem eftir liði leiks. Gunnar Gunnarsson, Bjarki og Bjarki með gott skot kom hlaupa út úr horninu og jafna metin í 2-2. Gott mark hjá Bjarka og staðan orðin jöfn 2-2. En í hönd fór góður kafli K.A.-manna. Helgi Arason með fallega línusendingu inn á Leo Þorleifsson og hann kemur norðamönnum í 3-2.
Sigurður Sveinsson hér með skot en góð vörn hjá KM-mönnum. Sigmar Þröstur á Patrik. Patrik út í hornið á Valdimar. Valdimar fer í gegn en brotið á honum og dæmt vítakast. Dómarar þeir Hákon Sigurjónsson og Guðjón L. Sigursson. Og Alfreð skoraði og kom KM-mönnum í 4-2. Sigurður Sveinsson og boltinn inn á línuna og hér fá Víkingar vítakast og einum leikmanni KA gefið gulaspjaldi. Sigmar Þröstur tilbúinn í markinu, Bjarki með vítakastið og Sigmar Þröstur ver. Og þetta leitnist nú áhorfundum á bandi KA-manna ekki eftir gærkvöldi. Sigurður Sveinsson og aftur ná KA með boltanum. Sigmar Þröstur kastar hann fram. Og þarna ætlaði Reynir Þór að stöðva hraðaupphlaup KA-manna, hljóp út á móti Valdimari Grímssyni en boltinn barst þó yfir til Vals Arnarssona sem að skoraði. Og hér frábær línusending inn á Birgi Sigursson en KA-menn ná boltanum. Sigmar Þröstur varði og Valdimar Grímsson fer í gegn og hér fá KA-menn vítakast. Boltaninn leiki aftur til Reynis og KA-menn fá hér vítakast. Valdimar Grímsson tilbúinn á vítalínunni og Reynir var nálægt til að verja. Staðaróðinn 6 mörk gegn 2, 4 markamunur. Frábær byrjun KA-manna. Tæplega 12 mínútur liðnar að leiknum. Sigmar Þröstur ver hér enn og aftur. Hann átti mjög góðan leik með KA-mönnum í gærkvöldi. Og norðamenn bruna fram. Patrekur og hann tekinn föstum tökum og KA-menn fá aukakast. Helgi Arason númer 4 hjá KA-mönnum að stjórna spilinu með boltan hér. Patrekur vinstra megin og Ellingur Kristjánsson, Helgi. Og falleg sending frá Patriki á Val Örn Arnarsson og hann kemur KA-mönnum í 7-2. Á þessum kafla voru Víkingar einum leikmanni færri en fá hér vítakast og Sigurður Sveinsson skorar fyrsta mark þeirra í heilar 12 mínútur og staðan þá orðin 7 mörk gegn 3 og 16 mínútur liðnar að leiknum. En Víkingar býtu frá sér. Hér ná þeir frákastinu og Hinrik Örn Bjarnason sem lék vel með Víkingi í gær minnkar muninn, skorar 4. mark Víkinga en KA-menn fengu vítakast hinum megin. Valdimar Grímsson tilbúinn til að taka það en Reynir Þór Reynisson ver. KA-menn halda boltanum, Valur Örn með skot en boltinn framhjá. Sigurður Sveinsson með sendingun á Birgi Sigursson og Birgir í hörðum slag og fiskar hér vítakast. Sigurður Sveinsson skorar og minnkar muninn í 2 mörk, 7-5. Góður sprettur hjá Víkingum hér. Sigurður út í hornið á Bjarka og Bjarki í gegn og skorar. Sigmar nálægt til að verja þetta. Staðan orðin 7 mörk gegn 6, einsmannsmunur, mjög góður kafli Víkinga. Patrekur inn á línuna en Bjarki nær boltanum og hann skýst fram eins og elding og skorar með lúmsku skoti og búinn að jafna metin. 7 mínútur eftir að fyrri hálfleik, 23 mínútur búinn að leiknum og staðan er orðin 7-7. KA-menn búinn að missa niður 5 marka forystu. Patrekur kemur KA-mennum yfir 8-7. Og Sigmar Þröstur sér ástæð til þess að koma langt út á völl til að fagna honum. Góð línusendingin á Birgi en Sigmar Þröstur ver og samu ástæð til þess að stríða Birgi þarna aðeins. Hörð barátt á frábær línusending en Reynir varði en Patrekur var heppinn þarna og náði frákastinu, skoraði línunni og KA-menn komnir með 2 marka forystu aftur, 9-7. Patrekur, Reynir ver. Reynir átti mjög góðan leik í marki Víkings. Árni Freyleifsson kominn inn á núna til þess að spila með í sóknarleiknum hjá Víkingum. Frábær línusending inn á Birgi frá Bjarka og Birgir minnkar muninn í 1 mark, 9-8. Skammt eftir að fyrri hálfleik, KA-menn hér að sækja. Alfred Gíslason í sókninni núna og hann með lúmskot og Reynir sá ekki við honum. KA-menn konum með 2 marka forystu, 10 mörk gegn 8 og nokkra sekúndur eftir að fyrri hálfleik, Sigurður Sveinsson. Og Friðleifur með skot var óheppinn þarna. KA-menn á boltanum og sekúndu út að tifa. Boltanum kastað út í horn og Reynir ver frá Patriki en tíminn liðinn og einum leikmanni Víkings er vísað að leikvelli á loka sekúndum eða eftir að leiktímanum var lokið og Víkingar byrjuðu því einum færri í seinni hálfleik. Og KA-menn hófu leikinn af miklum krafti. Ellingur Kristjánsson fyrirliði KA-manna dró vagninn og skorar hér 11. markið.
og KM fengur síðan boltan aftur, Patrekur og Ellingur fiskar vítakast. Víkingarnir fyrir innan, segja þeir Hákon og Guðjón og Reynir Þór fær þá tækifæri til þess að verja. Valdimar tekur vítakastið og skorar af öryggi og staðan þá orðin 12 mörk gegn 8. 2 mörk í röð hjá KM í byrjun seinni hálfleiks. Sigurður Sveinsson með skot, Sigmar Þröstur og KM eldfljótir fram. Alfreð og Valdimar og fer alla leið og skorar. 3 KM mörk í röð og aftur hafa þeir náð 5 marka forystu, 13 mörk gegn 8. En Víkingar voru ekki á þeim buxunum að láta KM fara með þetta forskot áfram í leiknum og hér skorar Birgir Sigurðsson að harðfylgi, gott mark. Sjáum hér Árna Freyleifsson, hann stingur boltanum inn á Birgi sem var í strangri gæslu þeirra Alfreðs og Erlings. Þrumuskot frá Atla Þór Samúelsinni sem Reynir ver. Og Víkingar halda hér áfram sókninni. Árni Freyleifsson lyftir sér upp og skorar gott mark og 8 mínútur búnar og staðan orðin 13 mörk gegn 10. Patrekur og hér missaði boltan klaufalega KM og Bjarki bruna fram, Birgir og Bjarki Sigurðsson en Sigmar Þröstur ver. Víkingar halda hér sókninni áfram og Bjarki fær annað tækifæri og misnotar það ekki og sér þetta ástæða til þess að klappa Sigmari og þetta fór svo að þeim var báðum vísað að leikvelli og innan kom Björn Björnsson í mark KM-ana en KM-menn urðu að kalla þetta út til leikmann að velli og Ellingur Kristjánsson nýtti sér þetta að einn leikmaður var farin úr vörn Víkinga og skorar 14. marki, 14-11. Árni Freyleifsson með gott skot sem að Björn ræður ekki við og aftur staðan afturmunna 2 mörkum 14-12. Reynir með góð tilþrif og Víkingar fá þá möguleika við að minnka munin enn frekar. Rúnar Seytirisson nr. 7 og Árni Freyleifsson stekkur hátt í loftu með góða sendingu á Friðleif bróður sinn og Friðleifur fiskar vítakast og einu leikmanni KM-manna vísaði leikvelli. Sigurður Sveinsson tilbúinn, Björn Björnsson í markinu og Björn gerir sér lítið fyrir og ver. Betri en engin Björn Björnsson í marki KM-manna, hann var einnig vítakast í fyrirleik liðanna í Víkinni. Og hér sækja KM-menn. Reynir fljótur að kasta boltanum fram, Víkingar sækja og boltinn á Hinrik Örn Bjarnason sem að lék lengst af í vörninni en brá sig þó hér fram í sóknina og hann skorar minnka munin í 1 mark. Það er bara 12 mínútur liðnar á síðari hálfleik og munurinn 1 mark. Patrekur með skot í stöngina og Víkingar fá boltan, bruna fram. Birgir Sigurðsson alla leið og Alfreð eins og skriðdreiki utan í hann og Birgir jafnar metin og hann síðan mjög hissað því að Alfreð skuli ekki fá tækjamennið á brottvísun og skal nú svo sem engar undra því að Alfreð átti vissulega að fá tækjamennið á brottvísun þarna en slapp með skrekkin og KM-menn ná ekki að komast yfir, staðan jöfn 14-14 og Víkingar eiga möguleika að komast yfir í fyrsta sinn en það var stiginn mikill darraðadans í KA heimilinu í gærkvöldi og hartbarist og hér sækja KM-menn Reynir ver. Reynir Þór Reynisson bæði lið átti þarna möguleika á því að skora 15. markið, það gekk ekki. Rúnar Seytirisson fer hátt í loftu og góð sendingin á línuna og Hinrik Örn Bjarnason skorar aftur. Kemur Víkingi yfir í fyrsta sinn, 16 mínútur og 30 sekúndur búnir á seinni hálfleik en Valdimar Grímsson jafnar metin aftur 15-15. Og Víkingar fengu síðan vítakast, Bjarki Sigurðsson tekur það en hann skaut framhjá. Valdimar og boltinn út í hornið og Valur Örn Arnarsson skorar úr þröngu færi. Gerir þetta vel, staðan orðin 16 mörk gegn 15, KM-mennum í vil. Rúnar, og hvað gera Víkingar hér? Boltinn út í hornið og Bjarki Sigurðsson skorar með góðu skoti, jafnar metin, 16-16. 10 mínútur eftir að leiknum, staðan hnífjöfn og hér fá KM-menn vítakast. Valdimar Grímsson, Reynir til varnar og Valdimar skorar. Skaut hann í gólfið, Reynir nálægt til að verja þetta. KM-menn komnir yfir aftur. Og stemmingin í KA heimilinu var frábær og hér tóku áhorfendur heldur betur við sér. Hér skorar Patrekur 18. markið og staðan 18 mörk gegn 16.
Og hér ná KA með boltanum, Valdimar Grímsson brunar fram, gerir þetta meistarlega vel og skorar og KA menn komnir með 3 marka forystu, 19 mörk gegn 16. En Víkingar sækja og Sigmar Þröstur ver, en Víkingar halda hér sókninni áfram. Rúnar Seytriksson, Sigurður Sveinsson og Rúnar með skot og hann minnkar muninn í 19-17, 2 marka munur. Og á næstu mínútum fengur KA menn langa sókn og langa mat í Víkinga. En Patrekur Jóhannesson hér að skora og staðan 21-17. Við slepptum hér marki sem að Leonard Þorleifsson skoraði. Við vorum að skipta spólu í tækinu hjá okkur. En hér staðan orðin 21-17, skammt eftir að leiknum. Rúnar Seytriksson fær vítakast og skorar 21-18. En tíminn var á naumur, KA menn sigruðu í þessum leik með 22 mörkum gegn 19. Patrekur skoraði síðasta mark KA manna og Rúnar Seytriksson síðasta mark Víkinga úr vítakasti. Valdimar Grímsson var markaðastur KA manna með 8 mörk en Patrekur Jóhannesson skoraði 5 en Bjarki Sigurðsson skoraði 5 mörk fyrir Víkinga. Það því ljóst að úrslitin ráðast í Víkinni annað kvöld og við komum til með að sýna beint frá leiknum seinni hálfleik klukkan 20:40. Jóhann Ingi, KA menn höfðu þetta, hvar lá sigur þeirra? Já, ég myndi segja fyrst og fremst gríðarlega sterkur heimavöllur. Þetta var mikill vinnusigur og þeir þurftu að hafa mjög mikið fyrir þessu. Leikurinn var nú ekki eins góður handboltalega eins og maður kannski vonaðist en það var auðvitað mikið í húfi og ég myndi segja að það verið fyrst og fremst heimavöllur sem réði úrslitum í kvöld. Sóknarleikurinn svolítið vandræðalegur á KA mönnum? Já, Patrekur fann sig aldrei þó hann hefði gert nokkuð mörk og það náttúrulega munar minna fyrir KA mennina því að Alfreð nánast ekki að spila sóknarleikinn. Þannig að ég held nú á tíma að þeir var að missa þetta frá sér en drifnir áfram að þessum ótrúlegu áhorfendum hér á Akureyri að ég er sannfærður um það var það sem réð úrslitum og dró vígtölurnar kannski of snemma úr Víkingu sem áttu möguleika hér á sigri í kvöld að mínum mati. Sálfræðin að baki, verður það heimavöllurinn eða verður það þreytan eða ánægjan að því að mæta valsmönnum sem að gætir að úrslitum? Já, auðvitað getur þetta orðið allt þetta. Liðin virku afskaplega þreyttu kvöld og sérstaklega KA-mennirnir. En það getur vel verið að það hefði bara verið svo pressa að þeir urðu að vinna. Og ég held kannski ef að menn hvíla sér vel á morgun að þá verða menn endurnærður á sunnudaginn. Og ég vona svo sannarlega að við fáum að sjá hörku úrslitaleik því að þetta er mikils að vinna að leikum sjálfan Íslandsmeistaratitilinn. Og Víkingar vita það að þeir verða að vinna á sunnudaginn og mér finnst einhvern veginn að þeir ættu að hafa það út frá heimavellinu. En hvað með valsmenn? Nú fá þeir góða hvíld og mæta greinilega örþreyttum leikmönnum í fyrsta leiknum. Já, þetta er náttúrulega draumastaða fyrir Þorbind Jensson og lærisveina hans. Hann er örugglega mjög ánægður með þessu úrslit í kvöld því að þetta er náttúrulega auka pluss fyrir valsmennina, það er ekki nokkuð spurning um það. Nei, það er nokkuð ljóst að við náðum ekki að klára þetta dæmi hérna og þetta er hlutur sem að verða að reikna með og að þetta fari í 3 leiki og við verðum bara að byggja okkur upp fyrir sunnudaginn og taka mótið með Víkin aftur. Við erum hvergi bangin við það. Þessi leikur kaflaskiptur, þið náið að þið lendið undir 7-2, jafnið 7-7, lendið undir 13-8 en náið síðan að jafna 14-14 og komast yfir. Já, við lendum í vandræðum í sóknarleiknum í byrjun og lendum undir 7-2 eins og segir og vinnum það upp og lendum aftur í sama vesinn í seinni hálfleik og vinnum það upp og komumst einu marki yfir en það fóru greinilega ómikli kraftar í það og við héldum ekki alveg haus þarna út og það verður bara að bæta það á sunnudaginn. Sérðu leikinn á sunnudaginn spilast öðruvísi? Ég held að þetta verður sama baráttan og sveiflurnar í þessu geta verið miklar eins og sást í kvöld. 5 mörk eru fljót að fara fram eða tilbaka og þannig að þetta verður sama baráttan og við ætlum náttúrulega að klára þetta bara á okkar velli, tróðfylla húsið þar og klára dæmið. Alfreð, barátt og sigur og þið horfið brosandi fram á leikinn á sunnudagskvöld. Já, ég held að við getum komið afslappaðir í leikinn. Það er vísu svona úrslita leikur og bæðilega allt að vinna. En ég er mjög ánægður með hvernig spilaði þessu kvöld. Þetta var mjög fair og góður handbolti fannst mér í kvöld. Bæði varnar og sóknarlega. Það var svona, hvað að segja, handbolti að mínu skapi. En sveiflurnar í þessum leik, þeir eru komin yfir 7-2, þeir jafna, þið komast yfir 13-8, þeir jafna og komast yfir. Þetta er bara mjög góð lið. Já, við getum ekki, það er enga líkar að maður, eins og það kom í 7-2, að maður valti neitt yfir Víkingana.
þeir berjast tilbaka og það kostar alltaf mikla orku að ná svona forskoti og síðan náttúrulega kostar það mikla og þá orku að jafna það aftur og þannig að þetta gekk svona fram og tilbaka í dag. Ég var nú orðinn mjög svona stressaður þegar staðan var 16-16 og þeir fengu boltann. En sem betur nýttu þessi það ekki, við skorum 3 í röð og þar með held ég að við gert út úr leikinn. Þið talið mikið orku, hvað með orkunni í ykkur gálamönnunum sem að alltaf talað það því séu svona komnir að varadekkið og rúmlega það? Jú, það alveg satt. Ég held að við sigurum þessi með elstu í deildinni og það kostar nú mikið að vera svona lengi. En í staðan fyrir snerpuna sem við höfðum einu sinni, þá verðum við að hugsa aðeins meira og reyna að nota meira skynsemi spila þetta aðeins öðruvísi og það svona gengur upp og von. Heldur eftir þessa frammistöðu kvöld að þú geti komið þínum strákum í skilningum það að þeir geta komist í úrslitaleiki gegn Val? Já, ég vissi það. Ég er alveg sannfærður það var alveg hörkuleikur þarna og bæði leik gef ekkert eftir og ég treysti mér ekki til að spá úrslitin það. En eins og ég segi, ég var mjög ánægður með hvernig þessi leikur spilaðist. Þetta er mjög svona heiðarlega spilaður leikur finnst mér. Engin ljót brot og mann var að taka fast á þessu en bara akkurat eins og dómararnir lega. Dómararnir voru mjög góðir í kvöld fannst mér. Héldu mjög góða maga og ég segi, handbolti eins og á að vera.